Lögregla hyggst kalla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússlandsher drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stoppfundi hreyfingarinnar Áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrrverandi forseti Íslands segir ákveðna upplýsingaóreiðu ríkja í umræðinu. Og Norðmenn eru í sæluvímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði. Komið sæl. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæpahrings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af afþökkuðu aðstoð. Lögreglurassían sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn stórar og í ár. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við 2 vændishús sem talið var að kínversk glæpasamtök stýrðu. 5 vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur lögreglu. Myndefni af 50 einstaklingum er til og er til rannsóknar og þessir einstaklingar verða kallaði fyrir. Þannig að þið vitið eða eru að reyna að koma að staði hverjir þeir eru sem ekki er búið að handtaka? Já, raun og veru. Það er rétt. Lagt var hald á jafnvirði 2 milljóna króna í reiðufé, 13 síma og 11 skilríki. Alls voru höfð afskipti af 16 konum sem allar eru taldar þolendur vændismansals. Konurnar voru af ýmsum þjóðernum og aðeins sumar þeirra voru í kínversku vændishúsunum 2. Við ræddum við þessar 16 núna í ár og buðum þeim aðstoð og það er undir þeim komið að þiggja það. Enginn þeirra þáði það og svo sem ekkert meira sem við gerum í því. Eru þær farnar á landibrott? Ég hef ekki hugmynd. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri. Það var þó ekki hér. Nei, það hefur ekki verið og við höfum ekki séð það í þessum aðgerðum hingað til sem betur fyrr. Aðgerðin heimskeðja eða Global Chain var risavaxin. Hún náði til 59 landa í 5 heimsálfum. 40.000 lögreglumenn og tollverðir tóku þátt í henni. Yfir 1.000 voru handteknir, þar af 334 grunaðir mansal. Ætlaðir þolendur í málunum eru yfir 2.000 í 45 löndum, mestallt konur og af þeim eru 162 undir lögaldri. Á heimsvísu beindust aðgerðirnar gegn fjölmörgum og ólíkum glæpahópum en fulltrúi Íslands hjá Europol segir að engu að síður geti verið mikilvægt að samræma aðgerðir af þessu tagi. Þessi fórnarlömb er flutt yfir mörg landamæri, jafnvel milli heimsálfa, til þess að seldu sér aðgangur að þeim í Evrópu og sjá mikið fórnarlömbum bæði frá Rómansku Ameríku og svo Asíu. Og til þess að berjast gegn svona starfsemi er nauðsynlegt að beita samþættri nálgun margra landa á sama tíma. Konur sem séu seldar í vændismansal á Íslandi fái að líkindum fyrirmæli að utan. Það eru allar líkur á því að skipuleggjendur þessara starfsemi séu ekki staddir á Íslandi. Og það sem við erum æ oftar að sjá eru þessi svokölluðu call center eða innhringi miðstöðvar sem eru á einum stað en bóka vændisköp í mörgum löndum. Þannig að þolendurnir og vændiskonurnar sem eru að fá til sín kaupendur, þær hafa engin samskipti við þessa kaupendur fyrir þeir eru bara mæta á tröppurnar hjá þeim. Út í heim. Framkvæmdastjóri NATO segir öll aðildarríki þurfa að leggja sitt af mörkum til þess að stuðningur við Úkraínu haldi áfram. 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Hátt í 100 særðust og á 3. tug voru drepin í árásum Rússlandshers á Úkraínu í nótt. Nóttin var ógnvekjandi í höfuðborginni Kív og nágrenni.
Minnst 15 manns voru drepin í Kyiv og 5 í bænum Visnevi rétt utan við höfuðborgina. Страшно і саме ужасно це тоді, коли твоя дитина сидить і кричить: "Мама, ми зараз всі умремо. Мамочка, спаси, будь ласочка, мене." Hátt í 100 manns særðust í árásum næturinnar, fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur hvatt bandamenn til að efla stuðning við loftvarnarkerfi landsins. Úkraínski flugherinn segir loftvarnarflaugar skorta og ekki hafi tekist að skjóta niður neinar eldflaugar í stórfelldri árás næturinnar. Tímasetningin vekur athygli en 2 daga leiðtogafundur NATO hefst í Tyrklandi á morgun. Þangað mætir Zelensky, verður þó ekki á fundinum sjálfum en búist við að hann eigi einkafund með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Trump tjáði sig mögulegan friðarsamning fyrir í dag. I think we're getting much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call, and President Zelensky actually wants it to end now, and we're going to be going to NATO and we're going to be talking about it, and I think we're going to get it. Björn Malmquist, fréttamaður, í Ankara í Tyrklandi þar sem leiðtogafundur NATO hefst á morgun. Björn, útlit fyrir að Trump verði að ósk sinni á þessum fundi og honum takist að stilla til friðar í Úkraínu? Já, hann hefur sagt þetta oftar en einu sinni áður og við skulum sjá til hvernig það gengur hérna í Ankara, en ég held að sé alveg ljóst að þegar leiðtogarnir 32 koma hingað á fundin þá séu þessar árásir í Úkraínu mjög ofarlega í huga þeirra og það eru vissulega áætlanir hér að tilkynna veglegan, fjárhagslegan og hernaðarlegan stuðning fyrir Úkraínu frá NATO og aðildarríkjunum, og Bandaríkjamenn virðast vera tilbúnir til að spila áfram með og selja Evrópuríkjunum vopn sem að þau senda svo áfram til Úkraínu. Þetta mál verður eitt af þeim stóru á þessum fundi hérna í Ankara, allavega miðað við það sem að Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagði á blaðamannafundi hér fyrr í dag. Right now, Ukraine is changing the dynamics on the battlefield, thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. Russia continues drone and missile attacks on Ukrainian cities, with another horrific attack just last night. So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs. And let me be clear, all allies need to pull their weight so that our support to Ukraine continues to flow. Because Ukraine's security is so closely linked with our own. En hvað með önnur skilaboð, önnur málbjörn á þessum leiðtogafundi? Það hefur auðvitað, gustað aðeins bandalagið á síðustu misserum. Já, það verður lögð mjög mikil áhersla hér á að slétta yfir og breiða niður, slétta niður þær krytur sem að hafa kannski einkennt samskipti bandalagsríkjanna á undanförnum misserum, eins og þú minntist á, til dæmis Grænland sem að Trump álsættist í vetur. Ég meina, það hefur verið hálfgert kalt viðskiptastríð milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins, þar sem að meira en 20 aðildarríki NATO eru jú innan borðs. Svo við tölum ekki gagnrýnina sem að Bandaríkjamenn voru á með viðbrögð sumra Evrópuríkja varðandi hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna í Íran fyrr á þessu ári. Rutte talaði líka það að í dag að Evrópuríkin og Kanada hefðu stór aukið útgjöld sín sem til varnar og öryggismála á undanförnum misserum. Það einmitt það sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa helst verið að gagnrýna önnur aðildarríki NATO fyrir, og þetta verður örugglega rætt á fundinum líka. En svona fundur, Björn, hann hlýtur hreinlega að taka bara yfir borgarlífið í Ankara? Já, það má segja það. Allar öryggisráðstafanir í tengslum við þennan fund hafa gjörsamlega tekið yfir Ankara. Hér eru mjög mikið af lokunum í dag, á morgun og næstu daga. Það eru þúsundir hermanna og lögreglumanna sjáanlegir, mjög vel sjáanlegir á götum borgarinnar. Það er búið að girða af stór svæði, sérstaklega í kringum fundarstaðinn. Og þetta hefst allt saman á morgun og stendur fram á miðvikudaginn. Það eru miklar takmarkanir
takmarkanir á almennri starfsemi. Tyrknesk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að hreinlega banna allar mótmælasamkomur, handtaka fólk sem er líklegt til mótmæla og hleypa ekki inn á ráðstefnuna fjölmiðlum sem hafa verið gagnrýnir í garð stjórnvalda hér í Tyrklandi. En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, þær eru að koma hingað seint í kvöld og verða auðvitað á morgun og hinn hérna í Ankara, og við höldum áfram að fylgjast með héðan á öllum okkar miðlum á RÚV. Takk hérlega fyrir það, Björn Malmquist í Ankara í Tyrklandi. Við ætlum að koma hingað heim og segja ykkur frá því að 6 slösuðust en engin alvarlega þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, þar af 6 börn. Hópslysa áætlun var virkjuð en umfang slysins reyndist minna en óttast var í fyrstu. Farþegarnir, sem eru erlendir ferðamenn, voru fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur til skoðunar. Þjóðveginum var lokað á meðan unnið var á slysstað. 8 voru handteknir og yfirheyrðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á 3 stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Húsleit var gerð á 8 stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíkniefnum, fjármuni og búnað til ræktunar. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Enginn er í gæsluvarðhaldi. Hátt í 1000 manns mættu á stoppfund hreyfingarinnar Áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við ESB verði hafnar á ný. Hér er stoppfundur samtakanna Áfram Ísland, grasrótarsamtaka sem var hleypt af stokkunum fyrir nokkrum dögum og við opnuðum fyrir skráningar. Og gaman að segja fyrir því að á 3.000 manns hafa skráð sig til leik og vilja taka þátt í baráttunni á næstu vikum. Halldór Benjamin segir forsvarsmenn hreyfingarinnar telja Íslendinga fullfæra að sækja fram leið og hún takist á við áskoranir sem blasi við hverju sinni. Stór hluti þjóðarinnar telji að Ísland sé land tækifærana og hagsmunum Íslands sé best borgið utan ESB. Þetta er hreyfing þvert á alla flokka. Meðal ræðumanna var Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands. Ólafur segir að Ísland hafi náð í fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist. Hann vilji leggja áherslu á þann árangur. Og hver óskynsamlegt það er að fara allt inn að taka einhverja U-beygju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi. Ákveðin upplýsingaóreiða sé við líði í umræðunni. Það verður að reyna að telja fólki trú það að við vitum ekkert hvernig Evrópusambandið er og það þurfum að fara í einhver könnunarleiðangur þó að það viti tugir landa í Evrópu nákvæmlega hvernig það lítur út. Og grunnsáttmála Evrópusambandsins verður ekki breytt, hvorki af Íslendingum eða neinum öðrum. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavef þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer 29. ágúst. Landskjörstjórn, sem hefur það hlutverk að kynna málefni sem borið undir þjóðaratkvæði, segir að á vefnum kosning.is séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið, þannig að kjósandi geti tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram. Á vefnum auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Þá verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Norðmenn grétu sumir af gleði í gær þegar Noregur komst áfram á HM í fótbolta. Tugir þúsunda horfðu saman á Noreg slá Brasilíu út á Ráðhústorginu í Ósló í gær. Margir tóku daginn snemma til þess að missa alls ekki af stemmingunni. 10 timer til kampstart, vi kommer inn her klokka 2. 3. Hvorfor kommer I så tidligt? Det blir kø. Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø. Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske. Brasilia, stórveldið í fótbolta sem hefur unnið HM oftast allra landa, reyndist ekki of stór biti fyrir Norðmenn.
Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling. We meet Brazil, and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment. No matter how it goes, it will be a big party in Norway. We will have a big party if we lose, and they will win. No one expected it, and I mean, it's crazy. Sko, ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikinn heima því það bara ómögulegt að fá borðið eða pláss einhvers staðar úti til að sjá leikina. Heba hefur búið í Noregi í 6 ár. Þannig að þegar seinustu mínúturnar gengu í garð og leiknum var flautað af, að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór þá út hjá Karl Johan og hjá höllinni og þetta var bara gleði út allt og bærinn var svo sannarlega rauður. Þetta var að magnaðasta sem ég hef séð. Næsti róður Norðmanna á laugardag, 8 liða úrslit á móti Englandi. Maður vonar bara það besta og maður hefur nú upplifað sjálfur sem Íslendingur að Íslendingar hafa unnið England, þannig ég voni að fá upplifað hér í Noregi líka. Erfitt að samklæðast ekki, en förum í annað. Það er dýrmætt að fá ólíka raddir að borðinu og tengja saman ólíka menningarheima, segir verkefnastjóri nýs samfélagsverkefnis á Ásbrú. Hugmyndin kemur frá börnum í Háaleitaskóla sem kölluðu eftir miðlægu hjarta í hverfið. Svona verður ekki til nema samfélagi taki sig saman og þetta fyrst og fremst barnana, þetta þeirra hugmynd, þau koma inn á borðinu í einu og öllu, komi sínar hugmyndir hvað þau vilja gera hérna, þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegt verkefni. Hjarta Ásbrúar er nýtt samfélagsverkefni í gamla leik- og bíóhúsinu Andrews Theater. Hugmyndin kemur frá 400 börnum í Háaleitaskóla sem unnu að framtíðarsýn fyrir hverfið og kölluðu þau eftir miðlægu hjarta á Ásbrú, stað til að koma saman og hafa gaman. Hópur bakhjarla styrkir verkefnið sem hugsað þvert á kynslóðir og tungumál. Starfsemin öllum aðgengileg og gestum að kostnaðarlausu. Ýmislegt í boði eins og foreldramorgnar, íþróttastarf, kvöldagskrá fyrir ungmenni, leiklistanámskeið og áhorfa á HM í fótbolta. Í Háaleitaskóla, eina grunnskóla hverfisins, 70% nemenda af erlendum uppruna með annað móðurmál en íslensku. Það ekki mikið í boði einhver afþreying hérna á þessu svæði og líka fá svona ólíka raddir af borðinu og að fá mismunandi hugmyndir og líka að tengja alla saman frá ólíkum menningarheimum. Það eitthvað svo fallegt við það. Góður hópur hérna af krökkum á Ásbrú? Já, ógeðslega góður hópur. Allir krakkarnir bara topp fólk. Hann mjög forvitinn og mikið að gera hjá honum. Hvernig gæti svona staður gagnast fyrir samfélagið? Það örugglega gaman fyrir þær sem í fæðingarorlofi eða bara í sumarfríi að koma og hitta aðra krakka og aðra foreldra. Og gott að hafa svona einhvern stað annan en heimilið til að koma og chilla á? Já, það bara, já. Og hvernig sérðu þennan stað fyrir þér í framtíðinni? Hvað myndirðu vilja sjá að væri hægt að gera hérna? Bara hafa gaman. Mjög mikið gaman. Þetta æðislegur staður og þetta gott umhverfi fyrir krakka og foreldra líka. Kvenfélagið Eining í Hvolhreppi hinum forna fagnaði aldarafmæli helgina. Alls kvenfélagskonur á landinu öllu tæplega 4.000 talsins. 100 ára afmælinu var fagnað í félagsheimilinu Hvolnum og Hvolsvelli þar sem kvenfélagskonur fögnuðu tímamótunum. Í andirinu var sögusýning og starfsemi Einingar sem fólk hafði gaman af að skoða. Kvenfélagið var stofnað í Hvolhreppi en nú heitir sveitafélagið Rangárþing eystra. Nokkur ávörp voru haldin í afmælinu og sjálfsögðu svignaði veisluborðið af veitingum frá kvenfélagskonunum. Félagið hefur náttúrulega verið bara mjög kraftmikið í gegnum árin og styrkt náttúrulega innviðina hér sérstaklega. Það náttúrulega eins og önnur kvenfélög hefur við styrkt skólan og heilsugæslustöðina og björgunarsveitin og allt þetta. Þannig að þetta skemmtilegu félagskapur? Afskaplega skemmtilegu félagskapur og ég myndi hvetja allar konur til þess að reyna að komast í þennan félagskap. Margrét Tryggvadóttir hefur verið kvenfélagskona í að verða 40 ár og líka það vel. Það bara alltaf gaman. Hvað svona skemmtilegt við það? Það eru konurnar. Það þessum félagarnir, það er alltaf skemmtilegt. Getum alltaf hlegið smá. Forseti Kvenfélagssambands Íslands mætti að sjálfsögðu í aldarafmælið. Kvenfélagskonur all land eru tæplega 4.000
og við erum mjög stoltar á okkar kvenfélagskonum. Hvetur ungar konur til að ganga í kvenfélag? Alveg klárlega vegna þess að kvenfélögin eru síung og það svo gaman við það með kvenfélögin að það safna saman yngri og eldri og það svo gaman að vera með öllum aldurshópi. Kíkið þú á veðrið. Allhvöss eða hvöss austanátt við suðurströndina á morgun en lægir þar síðdegis. Annars staðar verður suðaustlæg átt víða 3 til 10 metrar á sekundu, víða rigning en úrkomulítið norðaustan til á landinu. Hiti verður á bilinu 9 til 19 stig og hlýjast á Norðurlandi. Nánar það eftir íþróttafréttir. 16 liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta halda áfram og í kvöld komið að Bandaríkjunum og Belgíu. Bandaríkjaforseti blandaði sér inn í leikbannsmál hins bandaríska Florence Balogun. 2 viðureignir voru í gær og í nótt. Holland reyndist hetja Norðmanna í leikliðsins gegn Brasilíu og England og Mexíkó áttust við á Azteca-vellinum. Loks kíkjum við á mótúrtorfæruna sem haldin var á Egilsstöðum helgina. Íþróttir hér eftir andartak. Rifjum þá upp hvað var helst í fréttum. Lögregla hyggst kalla 50 menn til skýrslutöku en þeir sjást á upptöku heimsækja vændishús sem kínversk glæpasamtökur í Tálkn hafa stýrt. Rassía lögreglu var hluti af alþjóðlegri aðgerð. 16 þolendur mansals afþökkuðu aðstoð. Öll aðildarríki NATO þurfa að leggja sitt af mörkum í áframhaldandi stuðningi við Úkraínu, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Rússlands her drap 22 í loftárásum á Úkraínu í nótt. Húsfyllir var á stoppfundi hreyfingarinnar Áfram Ísland sem berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Fyrrverandi forseti Íslands segir ákveðna upplýsingaóreiðu ríkja í umræðunni. Og Norðmenn eru í sælu vímu eftir að hafa slegið sjálfa Brasilíu út á HM í fótbolta. Sumir stuðningsmenn hreinlega grétu af gleði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. HM í fótbolta rúlar hins vegar á RÚV 2 þar sem Portúgal og Spánn eigast við. Staðan 0-0 eins og Fréttir verða næstaðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og allan sólarhringinn auðvitað á RÚV.is líka. Takk fyrir að sinni. Verið sæl.